Þá komið á síðasta lið á dagskrá sem skýrsla bæjarstjóra og þá gengur hún náttúrulega inn í salinn. Og þá gef ég bæjarstjóra, gef liðinu kannski að ná andanum að Ásthildur Sturludóttur orðið. Forseti bæjarfulltrúar hefur verið að leyfa mér að koma mér hér. Já. Ég var á fundi hérna niðri, ég þarf að ná netsambandi sko. Okkur líkur ekkert á. Nei. Heyrðu, já, kæru bæjarfulltrúar, þetta er skýrsla bæjarstjóra frá 5. júní til 18. júní. Þann 5. júní þá fékk ég heimsókn frá leikskólanum Kiðagili og það var í þessum hópi voru það stelpurnar en strákarnir komið til mín fyrir stuttu síðan. Það er gaman að segja frá því að stelpurnar ætluðu nú að koma fyrr í vetur og ætluðu að taka strætó til mín en þá kom strætó aðeins of snemma þannig að þær mistu af. En ég fór að heimsótta þær til þeirra en bauð þeim jafnframt að koma til mín. Þannig að þær komu og það var ægilega gaman hjá okkur. Nú þennan sama dag þá fórum við Snorri Finnlaugsson saman vestur í Skagafjörð á aðalfund Norðurár sem er félagið kringum urðunarstaðinn Stekkjabakka. Og 7. júní þá var aðalfundur Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar í Fjallabyggð. 7. júní þá voru 2 fundir með sviðsstjórum og formönnum nefnda hjá skipulagssviði og öldrunarheimila Akureyrar vegna fjárhagsáætlunar en við höfum verið að funda núna til þess að undirbúa fjárhagsáætlunina. 11. júní þá var fundur með fulltrúum frá SÁÁ. Sama dag var sviðsstjórafundur og fundur með formanni stjórnar Akureyrarstofu og sviðsstjóra Kristni Reymarsinni og vegna fjárhagsáætlunar. Nú 12. júní þá voru sömuleiðis 4 fundir vegna fjárhagsáætlunar með sviðsstjórum og formönnum nefnda hjá UMSA, fjársýslusviði, búsetusviði og fjölskyldusviði. 12. júní þá var ég fundarstjóri og tók þátt og stýrði umræðum í pallborði þar sem heilbrigðisráðherra kynnti nýja heilbrigðisstefnu ríkisstjórnarinnar hér í þessum sal. 13. júní þá skrifaði ég fyrstu setninguna á sýningunni Áður en ég dey sem fer fram í amtsbókasafninu. Það er búið að koma fyrir stórum svörtum vegg þar sem gestum og gangandi biðst að skrifa á vegginn og ég hvet ykkur eindregið til þess að fara niður í amtsbókasafn og taka þátt í þessari sýningu sem er sérstaklega áhugaverð og alþjóðleg. 17. júní þá kom ég við í opnu húsi í menntaskólanum eftir brautskráningu og fór síðan að flutti hátíðaávarp og tók þátt í hátíðadagskrá í Lystigarðinum og á Ráðhústorgi. Í dag átti ég fund ásamt bæjarfulltrúum og starfsmönnum með fulltrúum frá íþróttafélaginu Þór og við Dan héldum áfram að funda með sviðsstjórum og formönnum nefnda og í dag var það frístundaráð og stefnum að því að klára þessa fundi núna í vikunni en við eigum einungis eftir að funda með formanni UMSA og sviðsstjóra. Og núna var ég að klára Skype-fund með vinnuhópi Arctic Mayors vegna undirbúnings fyrir Arctic Circle í haust og heimsókn Arctic Mayors til Akureyrar nú í október en það stendur til að halda aðalfund Arctic Mayors hér í Hofi í tengslum við Arctic Circle ráðstefnuna. Það er bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir lokið máli sínu og dagskráin er tæmd. Eftirtalda fundagerðir eru lagðar fram til kynningar, afgreiðslufundur byggingafulltrúa 7. og 13. júní, bæjarráð 7. og 13. júní, frístundaráð 5. júní, fræðsluráð 3. júní, kjarasamninganefnd 11. júní, skipulagsráð 12. júní, stjórn Akureyrarstofu 7. júní, umhverfis- og mannvirkjaráð 7. júní og velferðarráð 5. júní og allar þessar
Fundargerðin má nálgast á heimasíðu Akureyrarbæjar og ég segi þá fundi slitið klukkan 16:52. Takk fyrir góðan fund.